bestie. Hæ bestie, svo velkomin heim Sunna. Velkomin heim, Birta. Takk Þú ert komin til að vera í smástund núna. Ég er komin til að vera, ekki þú. Þú? Jú, í smástund. Í smástund, já. Það er samt stutt í Þú ert næstu enginn að fara eftir viku. Nei, en þú ert að fara eftir 3 vikur. Er það ekki? Jú, núna, jú. Já, sem er bara 3 tepostættir, finnst það ekki stutt? Nei, miklu meira en það. Við erum líka áskrift, sko. Já, ég ætlum svo að opna, við erum við opninu hana, sko. Nei, það er samt alveg 3 vikur, sko. Já, það er svo, en tíminn er svo fljótur að líða. Það er samt alveg byrjun í júni. Þú ert bara þú veist þá til þú fyrir að bubba, langt í það. Já, true. Já, algjörlega. En mér finnst þér ekki tíminn fljótur að líða. Það er ekki Tíminn er alltaf alltaf fljótur að líða, what the hell, það Jú. er bara miður mæ. Já. Ha? Mér líður ekki þess að sé mæ heldur. Nei, að þú veist, Ég heyrði mig til morgun. Ég var smá jetlægt í morgun. Og ég var bara af hverju er verið að slá grasi fyrir þetta? já, Veistu hvað ég meina? Það er Já. svo sumarlegt. Já. Ég var svona, þú En veist. það er samt alveg komið sumar. Já. Já. Og þegar þeir byrja að slá grasi, þeir gera mjög oft heima hjá mér for some fucking reason á sumrin, skilur og þeir byrja bara oft klokkan 8 á mótnana. Ég er bara svona, nei, það er allt svo mikið vetra veður úti fyrir þetta. Einmitt. Why are we doing this? Why are we doing this? En já, það er eiginlega komið sumar í mæ. Það er náttúrulega sumar fyrst í búin. Já, alls ekki á Íslandi samt en úti. Úti var næs, já, geðveikt. Og í Milán var geðveikt. Þannig að löngu komið sumar í Milán, sko. Já. Nú ég var sko alveg smá tricky. Já, það var svona stundum að skipta skap. Já, svona, það var svona mjög unpredictable. Já, að Bara sumir annað dagar. kalt eða bara sjóði. Já. En náttúrulega komur heim og það er gaman að stoppa aðeins við heima. Það er sko, bara mér finnst bara ages í mína næstu ferð, sko. Já, ekki mér. Að því hún er ekki næstu viku, skilur. Ángríns. Það ég búin að taka bara 3 vikur straight núna. Ég er bara, ég er svo ánægð bara, ég er svo spennt að koma til ferðartöskunum sko niður í geymslu. Ertu búin að vera með það bara uppi? Nei, ég reyndi að gekk frá þeim eftir Milán, en frá Budapest í New York, já, þá nefndi ég ekki, sko. Stutt. En þannig að ég er alveg svo spennt að losa mig við bara það, sko, out of sight í smá stund. Ég gerði það bara strax svo ég kom heim. Já, ég gerði það bara frá Milán, en ég gat það ekki því ég kom heim. Ekki frá New York. Nei. Ég tók bara allt stótið, ég pakkaði öllu bara upp úr bara strax. Ég var ógeðslega fljótaði. Áður en þú lagðir þig? Já. Nei, ekki áður en ég lagði mig. Já, ok. Bara sama dag, skilur. Já, vel gert. Nei, hvað við ekki gera það? Nei. Ég tók í svona töskunum inn þá, sko. Nei, ok, ég skilja, það bara eftir já, bíl. bara bæ. Já, og bara beint að, já, ég gera það yfirleitt, sko, ef ég kem heim svona snemma á flugi, þá bara geimi töskunum út í bíl og sækja það svo bara þegar ég er búin að leggja mig. Já, þegar ég tók strax upp úr þeim, þú veist, en það var bara út allt, skilja, en ég náttúrulega þurfti að vera vakandi, en ég þurfti að hafa hvað að gera. Já. En já, the jet lag is real, sko, þannig að ég er ennþá að díla við eftir með, en hvernig er þú? Já, ég er alveg degja, sko. Já. Alveg degja. Ég fá okkur bara, sko, ég ætla að fá með tvöfaldan happy. Já, veistu, ég er mjög til í það. Ég líka það fór í ekki? heitan tíma áðan. Já, Ég vel var gert. Þannig að ég er svona ekstra svona, wow, Já, það komið smá hausverk. Já, ég trúi. Þannig að Þá er it's time. tvöfaldur bara mjög góð hugmynd. Stundum, it's one of those days. Já, Veistu? og það er bara góðu lagi. Já, Góðu lagi. það er mælt með 2 stigum á dag. Já, nefnilega. Og við ætlum að fá okkur berjablöndu. Já. Mixed berries today. Smá bleikar today. best. Það er ekki nýtt, að frétta. Nei, en maður þarf að vera duglegur að taka steinum söldsín, sko. Sérstaklega líka ef maður er á æfingum, sko. Algjörlega. Þannig að mjög mikilvægt að fá sér daily dose of happy hydrate. Algjörlega. Og það eru 2 stigur. Það eru 2 stigur, nefnilega. Og stundum má bara blanda því saman í 1. Já, það er líka alveg næs að, þú veist, að lifa sér einn á mótnan og einn á kvöldin. Það er svona a sweet treat. Það er algjörlega. En stundum nenni ég bara ekki að drekka of mikið. Nei, ég Skilurðu? er sammála stundum bara, þú veist, nenni ég ekki þurfa að standa upp aftur og pissa og eitthvað. Já. Algjörlega sammála, en já, ég er ennþá svona smá, við lentum sem sagt á föstudeginu. Já, klukkan 6 um morguninn. Já, vorum tæpar að koma ekki bæði. Guð minn góður. Við höfum alveg eftir að segja það, sko. Ángríns. Guys, we've so much to catch up on. Já, ángríns, það er svo mikið til að tala um. We're gonna be here for hours. Já, sem við getum alveg dreigið þannig að þátt alveg í 3 þætti ef okkur myndir langa, sko. En we're gonna be here for hours, just buckle in, guys. En já, við vorum bara tæpar að koma hérna, ég var mjög sátt þegar við vorum komnar heim, sko. En hvað föstudagurum var mikil brekka. Þetta var hræðilegt föstudagur sem ég átt. Án jokes. Hræðilegt. Úff, þetta var hrika. Við vorum til næturflugi. Þá, þú veist, er mann alltaf alveg tusk, sko.
það var hræðilegt. Kom heim með svona 8 eða eitthvað. Sko, mér fannst samt flugi alveg næs. Flugi var gott, mér leið vel í fluginu og þegar við lendum, þá var ég ekki eins þreytt og ég hélt. Sko. Nei, ég var bara, veistu, ég svolítið góð. Svo, fengið okkur halvan nokkuð á leiðinni. Ég fekk mér þetta bara halvan því ég ætlaði að fara að sofa. Já, ég fekk mér heilan, sko. Ég ætla að drekka þinn helming líka. Já, það ekki það. En ég var bara svona, ok, ég ætla að fara að sofa því ég kem heim, þannig að, þú veist, en það var ekki eins erfitt að keyra heim heldur eins og seinast. Nei, ég sammála. Þetta var allt betra. Já, það var aðeins skára, sko, en ég heldur líka að við náðum kannski bara svo ágætlega í þessu flugi, sko. En já, hvað ætlaði að segja? Bara erfiðu föstudagur. Já, bara brekka. Þú veist, ég Þú varst náttúrulega kemur heim beint í babies. Já, beint í bara fangi á Elisabeth og sem var samt náttúrulega að fara að taka lúr 11 leitið. Hún var samt komin heim bara 7 morgunin eða eitthvað. Nei, 8. Voru komin 8? Ok, já, 8. Komin heim 8 og þannig að, þú veist, ég var bara svona, ok, ég það bara, þú veist, ég ætlaði bara ekki að leggja mig með henni. Svo bara leið og klukkan 9 og ég var búin að vaka til klukkutíma til viðbútt og væri bara no. Skildi ekki alveg okkur ætlaði ekki að leggja þig. Að ég ætlaði bara, ok, tökum þetta bara hörskunni, bara áfram bara með kaffibólla dagsins og bara röðlu og bara ógeðslega snemma að sofa. Þú veist, ég hugsa bara að því ég fer ekki beint heim og legg mig. Svo bara leið og ég var búin að vaka til klukkutíma heim og væri bara, nei, bara ég er ekki að fara að ná því, þú veist, það er bara ekki sens. Aron eitthvað, hringdi eitthvað, ég ætla að koma að fá eitt kaffibólla hjá þér. Já, svo var hann hjá mér og ég sá hann 2-falt og ég var bara, já, og það var einmitt svona, Elisabeth var alveg að fara í lúr og ég bara, ef hann hérna þegar hún fyrir lúr það þeir reyka hann út bara. Já, en ég var basically bara, þú þarft að fara núna. I'm dying. Já, veist, ég man ekki eftir gott að það var bara Aron. Já, þetta var alltaf bara bróður minn, skilur, he didn't care. En samt maður er svona, já, það var alltaf leiðilega, skilur, en þú veist, ég var bara örugglega föl í framan og ég var bara, já, þú veist, ég var ekki með að taka neitt sem maður sagði, ég var það þreytt og svo bara, þegar Elisabeth laðist niður sofnaði, ég fór upp í rúm, voru með náttúrulega, þú veist, hlustunartækið alveg við hliðina á mér og ég ranka við bara minnsta pípi henni, skilur, og ég laðist niður og sem betur fer svaf krakkin í 2,5 tíma. Nice. Það bjarg, að ég var svo hrædd þetta er bara hálftími, 40 mínútur, veist að því að það sofna bara í hálftíma og vakna svo, hefur örugglega verið erfiðara. Já. En ég fekk allan og þetta bjargaði mér, sko, en svo var ég sofnuð 9. Já. Bara... Vist, ég svo að ég lata hann daginn og sofnaði samt bara klukkan 9, sko. Já, maður var alveg. Nei, líka bara að við náðum aldrei aðlagast almennilega einhvern veginn að tímanum úti. Það var ótrúlegt. Hræðilegan svefn allan tíman. Það var ótrúlegt. Þú veist, ég er náttúrulega með hann ultra human ring, sko. Þannig að ég veit allt svefnin okkar. Já. It was not good. Not at all. Við vorum vaknar 6 eða 7 alla mótna. Alla mótna? Já. En við vorum alltaf að reyna að vera lengur svo en það bara ekki í neitt, sko. Nei. Og það er ekki þess að við vorum að koma ykkur í verk að því vorum að deyja úr þreytu. Já. Bara aldrei verið að mikið að deyja úr þreytu í einn ferð. Nei, hvað var það? Ég skildi ekki. Nei, hræðilegt. Skildi ekki. Það er ekki málið, sko. En það var óslega gaman samt sem áður. Náðum alltaf að hressa okkur við, sko. Þetta var alltaf geðvik ferð, þetta var draumaferð bara í alla staði og New York er alltaf bara always a fucking pleasure, sko. Fyrir mig það er smá. Við ætlum fyrst að fara yfir hvernig þið búið að vera síðanstu daga núna. Og já, ég er náttúrulega, ég sofnaði hann eldsnemma, en veistu hvað, ég er bara að kreifa bara allan tíman. Hvað? Ég reyndar ætlaði að fara á æfingu, ég ætlaði að fara í Worldfit. Ég var skráð klukkan 12. Á laugardeginum? Já. Ok. En my workout partner bailaði á mig. Þannig ég bara, fuck, ok. Þú veist, ég bara, hvernig fokkan á maður að koma mér á æfingu? Bara hvernig á ég að koma mér á æfingu? Því það er svo erfitt þegar maður er ekki með eitthvað skráð, skilur við. Og þarna var orðið seint að skráð sig eitthvað annað, því það er engin tímar eitthvað mikið eftir 12, skilur við, í workclass helgar. Þannig ég bara, ok, fuck, ég nenni ekki að koma mér neitt á æfingu, nenni ekki neitt. Þú veist, þetta er svo gott að vera með eitthvað svona, ég get ekki bila á. Og svo, verður eitthvað að bensa bara, bensi. Ég að fara í gym og spa. Best. Ég nenni bara á æfingu eða ég get farið í laugaspa að beina þetta. Þú veist það eftir að, já. Vá, hvað ég trú því maður. Þannig að við fórum saman bara í gymmið, tókum legs, tókum bara góða æfingu og fórum svo beint niður í laugaspa. Og það var svo fullkomið að ég þurfti að þóa mér hárið, ég þurfti að skrubba með brunkuna sem var búin að vera krispast þessa vikuna í New York. Þannig ég notaði bara saltskrubin frá laugaspa, skrubbaði mig alla, setti hármaska í hárið, fór inn í spaðið, marineraðist,
fór að vera plúseðilinn og bara borða að geta holt og fór í gufu og þetta var svo næs. Svo kom ég eftir á úr styrtinni, notaði shower oilið fyrir Leospa. Oh my god. Glóserumið og þú veist, ég var bara að marinera mig. Já. Og svo sett ég healing balm. Að því ég var bara svona cook me up in the moisture, sko. Ángríns. Það var bara... Sounds like my dream. Já, því að maður var svo þurr. Já. Það var eitthvað í loftinu í New York. Ángríns. Að við vorum crispy. Við vorum crispy, sko. Það er alveg rétt. Think God fyrir bodylotionið, já, skilur, en healing balmið stundum eitthvað sem maður þarf bara að marinera sig í, sko. Stundum, það er bara, stundum, er það þannig. Nei, þetta er dream date, sko. Já, nei, alvörinni. Ég var bara, svo vorum við að fara að hitta Sigríðana kvöldið, eða seinnipartin, ég var bara, ég ætla samt bara að taka mér minn tíma og marinera mig. Og það var svo notalegt. Og það er litlítið endur svona bara endunar mann geðveikt mikið að þú veist, að fara bara í spæð, nota allar þessar vörur, bara aðeins og líka bara svona ná eitrefnum úr sér eitthvað. Já, og grís að fara í gufuna. Já! Þú veist, allt þetta bandaríska salt, sko. Út úr mér, takk. Takk fyrir. Þess vegna fór líka bara heitan tíma á það. Já. Bara, það þarf að setja svo mikið af einhverju söltum, sko. Já. Einhverjum bandarískum ofursöldum. Ángríns. Þeir eru rosalegir með þetta. Þeir eru. Við höfum aldrei verið að bara bloat it in our face. Nei, hvað er það? Aldrei séð annað eins. Bara thank God fyrir gua sjá, sko. Thank God. Ángríns. Þetta var rosalegt. Já. Mér var bara illt í andlitinu. Já. Ég hef aldrei lent í þessu. Bara ég veit ekki hvað það var. Nei, ég held að þetta sé bara matræðið að núti, sko. Bara saltið og einhver efni sem við erum ekki með inn í matræðinu. Ángríns. Af því að þú veist, við vorum til dæmis, við tókum alveg nokkuð kvöld sem vorum bara heima að horfa á Devils Prata eins og við sögum ykkur í hinum þættinum. En þá vorum við svolítið að panta okkur svona Mexican. Og af því að við erum honestly, bara truly a fan of Mexican, þannig að Tres Locos einn af okkar uppáhaldsstöðum, þú veist, that's not a joke. Þannig að við náttúrulega vorum ekki með Tres Locos á núti, en við vorum að panta okkur bara heima af Uber Eats og genuinely, þetta er greinlega svona það saltaði matur eða eitthvað, hann er bara, þú veist, hann var góður, en hann er bara ekki góður fyrir þig. Nei. Hann er bara ekki góður for your face. Við lögðum alveg 2 og 2 saman þegar við vorum bara að panta okkur 2 kvöld. Þennan mexikansk stað og þá voru við akkurat að drepast í andlitinu. Já, bara hvart yfir þessu. Já. Þannig að þú veist, en allan að, you guys, þið eru safe ef þið fara á Tres Locos, þá gerist það ekki fyrir ykkur. Aldrei. Offborðaðar, alvöru bara innhaldsefni, fersk innhaldsefni, svo líka þú veist að fara á tepóselina því að hann er áfram út mæ. Geðveikt, sko, og líka það er alltaf frídagur á morgun. Guys, farið þið njótið dagsins. Oh my god, já. Bara make a trip downtown fyrir 4.500 fyrir tónutostað að taka til Polo og grillaða nautalend. Thank you. Shut up. Já, so thank you. Það er ótrúlega að búið kvöldmátt heima. Ángríns. I am telling you. Ángríns. Og fáið ykkur Sunny Mark. Please. Vinkon okkar var að senda okkur daginn og var að kíkja á þetta, já, bara, what a queen. Ángríns. Og Sunny Mark með on the side, of course. Sunny Mark on the side. Of course, já. En hann að þú ert búin, ok, þú náðu þér já, svo fórst þið hitt stelpunar, mig og stelpunar. Já, við hittumst að fórum á sýninguna 66, sem Sigríður best okkar, tók myndir, ótrúlega flott verkefni á henni. Við fórum aðeins að skála fyrir henni eftir það. Já. Og ég var alveg ágætt þar, svona jetlagslega séð, þangað til klukkan svona 10, þá var bara, já. Ég ætla að fara heim. Já, ég fór á sýninguna og einmitt, hún var ótrúlega flott. Sigríður var mjög proud of herself. Such a queen. Svo fór ég bara heim, af því ég var með Elisabeth með mér. Ég fór bara heim og ég var einmitt, ég sofnaði við matarborðið. Já, einmitt. Ég sofnaði við matarborðið. Já. Bara, já, ok. Svo fattaði ég reyndar, ég var ekki með a hint of caffeine. Í alvöru? Já. Hvernig gerist það? Sko, það sem gerðist er að kaffi var búið heima. Það má ekki gerast. Nei, ég skil ekki, og ég sagði við Gunnar, sko, Gunnar fór hann í búðina á föstudeginum, þegar hann var að koma heim með Emblu, þá fór hann í búðina og ég alveg, ok, myndið að taka kaffi og því að, þú veist, ég kláraði síðustu kaffi þarna þegar ég kom heim á föstudeginum, bönina mínar og ég bara keypti meira og hann, já, þannig ég hélt bara át og hann hafi gert það. Svo er ég á laugardagsmorgninum af því að hann fór upp í bústað. Hann var bara með stelpunar heima á laugardeginum og ég var bara ein heima með stelpunar og ég var svona, hvað er kaffi sem þú keyptir? Og hann bara, nei, fuck, ég glemdi
og ég bara, þetta tjóki mér og þá einhvern veginn svona náði ég aldrei að finna tímasetningur að pakka öllum saman og fara til búið að kaupa þetta þannig að það einhvern veginn gerðist ekki þess að eitthvað sem farin út úr húsi klukkan 4 þannig að ég fattaði líka eftir á þegar ég var að sofna við matarborðið já, þetta jetlag pluss ekki eitt dropi þannig að getur ímyndað þér þreytuna ég get ímyndað mér þess vegna var ég bara, já þess vegna er ég að sofna við matarborðið, ég skil, já já Nei, ég er alveg búin að lifa á koffínu síðan ég kom heim, já, svo í gær átti ég minn fyrsta besta dag en það var líka ágætis koffínmagn, skilurðu Var þetta að tvekja nokkuð á dagur, eða? Já, 2 bollar Já Stundum, sko Stundum, it's good to be bad Já, núna finn ég svona koma aftur í rútínu ég er búin að fá mér, reyndar ekki kaffi í dag en bara einn nokkuð, þú veist og ég er miklu ferskari Já, mér langar svo á morgunæfingu skilur bara til að ná mér tilbaka ég veit að já, maður verður að gott 7 AM World Fit og bara ná að eigða morgni eða þú veist ángríns í staðan fyrir að vera bara deyja ég sammála sko það er hræðilegt þannig já við komum okkur tilbaka já Rálega. En sunnudagurinn var líka góður núna já við sérst bara einmitt nýkomna heim og bara áttum síðan plana geggja date event með Nova og Dreamland sem við fórum beint í eins og þið kannski sáuð því sem eru að fylgja okkur á Instagram að þá fórum við sérst við vorum að hosta svona lítið svona sætt heboð í raun og veru í Nova, Lámúla það var óslega flott hvernig það var bara svona umbreyttist í búðin, já, í alltaf stemmingu Gæliland, einhvern veginn já, í tilefni þess að Dreamland sem sagt er komið í Nova og fyrir ykkur sem ekki vita þá er Dreamland verslun sem er núna í Kringlunni og þetta er bara basically að þú getur customizað hvað sem er í raun og veru hvað sem er en það sem er komið inn í Nova er náttúrulega aðalega bara þú veist fyrir símahulstur en það er líka hægt að kaupa alls konar dreams og charms til að setja á allt hitt sem það átt sumur eru tölvuhulstur, heyrnartól og þú veist iPadin fötið þín þú veist það er svona patsa sem maður getur straujað á ég ætlum að senda með fyrir eitthvað sem er að horfa þá er ég með mitt hulstur sem ég gerði sem tendur iHeart-tipóðið til mig endilega gera alveg eins já, gera alveg sem ég krakkar gera iHeart-tipóðið so cute en já, við áttum sérst event með þeim og vorum að hósta það og fengum að bjóða nokkrum bestís að koma og customize sitt eigi hulstur og þetta er bara ótrúlega skemmtileg viðbót inn í Nova því nú getur þú bara að fara og keypta síma og þú veist, við erum bara ég ætla að customize mitt hulstur þú veist, fyrir nýja síma minn á sama tíma eða bara að þú átt síma, skilur þú þarfst ekki að kaupa það nýjan bara fara að customize þitt hulstur fyrir símaðinn eða fara að kaupa Dreamsa fyrir heyrnartólið þín og þetta gerir bara svona að þegar við veitum að Nova er mjög skemmtilega upplifun það er alltaf gaman að fyrir Nova þetta er bara svona eins og leikfangabúð fyrir okkur skilur þetta er bara ógeðslega skemmtilegt ég hef keypt alla símanum mína í Nova sko, mér finnst það alltaf svona skemmtilegt það er svona stemming já, það er ekstra gaman núna bara þú veist, það er óslega erfitt að finna þessi flott hulstur það er ógeðslega erfitt og líka svona bara sem er sérstaklega þitt þú veist, af því að þú veist það er allir með það sama og maður alltaf rugglast síma eins og við, skiljum alltaf að rugglast það er bæði bara með bleik hulstur og líka bara þegar maður taka selfie þú veist, í speklinum þú veist, það er óslega kjút að vera með eitthvað kjút þú bjóst þér alveg til 2, það er ógeðslega sniðugt ég gerði það, af því ég er náttúrulega með 2 síma sko, og já, ég gerði fyrir 1 síman, ég gerði svona besties fyrir okkur tilboðið og svo gerði ég 1 fyrir Bali já, svo sniðugt að vera með 1 sumar 1 svona summer, svona fyrir the beach vibe og með eitthvað svona skelja, patcha og fullt af eitthvað svona shelly það er svo cute, ég er svo spennt að nota það mér finnst það allir ógeðslega sniðugt mér langar að fara nýri Nova og Dreamland þú veist, fyrir Harry Harry tónleikuna og gera svona disco-hulstur við þurfum að gera það þannig að þetta er ógeðskemmtilegt og við mælum með að þið gerir ykkur leiðar og stoppið og búið til ykkar eigi og bara be yourself, gera það sem þið langar að gera það er skemmtilegt líka bara svona vinkona activity sko. Nei, þetta var svo gaman og líka bara þess að fórum með bara fullt af bestísana og það var allir með sitt eigi aesthetic og svo gaman að sjá hjá öðrum bara svona ekki að þú ert svona, þetta er svona a way to express yourself þá þurfum að velja úr sama Dreams-barnum skilur og margir að nota sama eitthvað en það gerði allir svona sitt eigið það var svo sætt og við ætlum líka að gefa inn á TikTok ætlum við að vera með gjafaleik sem þú getur unnið nýjan síma iPhone 17 og customize þetta eigi hulstur þannig að kíkið á TikTok yes please þannig að þetta er búið að vera ótrúlega það er gott að vera komin heim það er búið að vera mjög skemmtilegt það tók
þú veist, Ísland tók vel á mót okkur. Já. Það var svona skemmtilega tímaframöndan, Þú sko. veist, ég veit ekki hvort það sé betra að hafa engin plön eða hafa bara svona plön og fara bara beint inn í, þú veist, Já. vinna og þú veist, hitta alla á eitthvað, skilur. Ég held að sé bara fínt. Ég held líka. Af því það er bara svona, það dregur maður þetta ekki á langinn. Já, það er með líka bara að rotna of mikið. Já, en nákvæmlega. Ég hefði rotnað yfir mig, sko. Rotið yfir mig. Rotið yfir mig, já. Að ég var alveg rotnin á milli, sko. Já. En pældi ég hefði haft tíma til að rotna allan tíma. Já. Það er ekki nógu gott, sko. Nei, það er ekki nógu gott. Nei, þá fær maður bara samviskubit og Já. líður illa. Já, Við algjörlega. elskum að vera busy. Já, og bara svona eitthvað svona, koma hann að stað Já. og eitthvað til þess að gefa þér ástæð til þess að bara put your face on og get an outfit on og get out of the house. Get skilurðu. on with your life, sko. Já, þú veist, annars 100% væri ég bara búin að rotna, sko. Já. Stundum alltaf ég rotnaðan, skilur, þú veist. Já, maður má alveg rotna í smástund. Já. En kannski ekki alveg heila helgi. Þá alveg fæ ég kvíða, sko. Já. Þá alveg fæ ég svona, já. I know, já. En við erum líka mjög glaðar að koma heim og geta fengið okkur ballerína. Þess að vorum að tala úti. Það var ekkert ballerína. Ekkert ballerína. Nei. Fundum það hvergi. Nei. Þetta er bara eitthvað sem við Evrópa erum það, Já. við allan Ég held að þetta sé Norðurlöndin, sænskt. já, þetta er sænst, já. Svona skandi í Já. Norðurlöndin, já. Já. Það erum ekki partur af Skandinavíu. Nei, so weird. Rude. Já, so rude. Af hverju ekki? Ég skil það ekki. Ég Við mun erum aldrei svo skilja það. lík. Eða þú veist, þetta er bara, við erum partur af Við þessu. erum the same, já. Þetta er andjós distanist. Þau erum aðeins lengra frá við distanist. Já, distanist, já. Þeir skilja ykkur út undan. Já. Þau eru. Svo En nei, dónalegt. við erum heppin að geta fengið okkur ballerína og hérna, já, eftir að fara einmitt bara í almennilega búðferð og stock up. Já, on it. það er líka skemmtilega hlutir framöndinni í ballerína. Just I saying. know. Just a little tea for you. Shh, guys, ekki segja neinum. Engi veit hvað er að tala um, en Nei. þið munum vita soon. Já, það er algjörlega, það er mjög spennandi og hérna, en gott að koma heim í The OG Ballerina, Já, sammála. 100%. En hérna, hvað eigum við að segja ykkur skemmtilegt frá New York? Ángríns, ef ekki bara fara yfir our itinerary eða Jú, eitthvað? ég held það. Þá svona sjáum við svona hvað við vorum að Planu okkar. gera, þú veist, hvaða daga og eitthvað. Eitt sem ég syrgi, alveg smá, er að við fórum aldrei á Skylark. Beita, ég hef bara hugsað um 20. Ég líka. Ég trú ekki að við fórum ekki á Skylark. Það er ræðilegt. Það er hræðilegt. Ég fatt að þetta er svona í lokferðinni, Ég líka. oh my god, við erum ekki búin að fara. Nei, það er sko uppáhalds staðurinn okkar. Já, svona bar, svona rooftop bar. Já. Trúi ekki heldur. Ekki heldur. En við eigum það einnig næst, þá erum við ekki að gera nákvæmlega saman, Já, skilur. true. En við sem sagt byrjuðum ferðina á hefðin okkar Já. og það er að lenda hérna og fara að beita Núbulus. Að því að Núbulus er með, þú veist, geðveiku staður til þess að fara upp og bara svona sjá borgina og við erum alltaf, Það er náttúrulega bar. já, þetta er bara bar, Já. já. En það er svona bar snacks, en það er líka bara að sjá svona yfir borgina. Skylænið og Já. bara allt. Empire State og ljósin. Þú getur farið og- út að taka myndi með Empires. Já, Sæti einmitt. Já, sæti okkar. Og svo getur fengið the best, Truffle sandwich já, bara, in the world. já, þessi grillaða samloka. Við náttúrulega lendum alveg illa í því þar, sko. Þegar við gerðum það, við vorum svo spenntar, þið skiljið ekki, Ég við var að vorum gleyma bara, þetta bara á netinu. hvað settum við þetta? TikTok. Er það? Já, ok. Þegar við verum bara, byttur við, ókslega spennt að vera samlokunni. Svo bara, byttur, á að skinka á þessu. Já. Hvað er sósan? What the hell? Og við vorum bara, ha? Við vorum svolítið að vlogga þetta og við vorum kannski konur smá glas. Smá. Og það sést alveg í vídjónu að við erum bara kam, já. En já, við lensast í því að fá vitleysu samlokur. Vissi ekki svona að það væri 2 samlokur. Það er ekki hugmynd um það, það væri til samloka með skinku þarna. Já, og yngri honeymaster truflusósu. Galin. Shut the fuck up, sko. Galin pæling. En já, ef við fengum hana vitleysu samloka, þannig að ef þið farið, passið að sé rétt samloka. Bara grilled truffle cheese with honey mustard. Thank you, bye. Fuck me. Þetta var ennþá jafn gott, sko. Og Það var ennþá jafn fucking gott. Þetta var ennþá jafn gott, sko. Maður var svona smá hrættur að fengum okkur reynda tvisa líka senast og ég fór með bensa. Þetta er alltaf jafn gott. En maður var samt svona smá hrættur að væri disappointed að búið að breyta ykkur. Já. But no. Nei, það var ekki. Þetta var æðislegt. Þessi staður er svo geggjaður líka. Já. Muniði bara að það þarf að vera með skilríki. Já, þetta er reyndar. Að ég veit að fullt af fólki er að fara eftir að við erum að tala um stað. Og það er alveg pirrandi þegar maður gleymir skilríki. Það er með physical aukaskírteini eða vegabréf. Já. Just a reminder. Já.
Mjög og mikilvægt. mjög mikið af þessum stöðum bara sem eru Yfir barir, höfuð, já. bara vera alltaf með aukaskýrtinu með sér þess að leiðildar með vegabriðið sitt sko Já. bara svo hættur að stela því Já. eða þú veist, kemst í veski eða eitthvað Þau þannig. taka ekki rafrænu auksvörtinu. Nei, það er ekki lengur en að ég okkur heldur ekki svona í wallet. Ekki. Nei, ég fór daginn alveg eins og trúður bara já, ég var að sína með þennan aukaskýrtinu mitt í walletum og bara þetta er löngu hætt sko ég eitthvað, ha? Ó. Since when? Já, Það var löngu hætt greinlega bara 8 mánuði síðan Já. ég bara er ég aldrei skilur ekki Nei, lengur eða? hvernig? Nei, ég er What nýja sem the aldrei búin að vera hell? að nota hitt bara, það er enginn Já, að segja ég neitt líka, sko. ég hef ekki fengið þetta komment. Núna þarfst að fara inn í Ísland appið í hver skipti. Já, byrja ég reyndar hýrst þetta. Já, ég var bara steingleif þessu, ég lendi í Já. þessu einhvern ríkjur eða eitthvað. Ég held ég lendi þessi apotekið eða eitthvað. Já, ég lendi þessu núna í apoteki. Já. Ég var bara svona What róum the okkur. hell? Já. Chill. Bara ekki ástæða fyrir að þetta var komið í wallet og eitthvað. Ég held það. Þú veist, Það er að gera þetta einfalt. Já, af hverju gera þetta aftur flókið og líka þú veist, af hverju er ég að heyra svona fréttir í ríkinu og þú í apoteki, skilur ég var til að vera búin að downloada þessu appi og lokka minn í staðan fyrir að standa í röðin eins og okkur kjáni. Já. af hverju þeir að tilkynna manni þessar fréttir, skilur þetta á að vera svona public announcement, allir fá SMS með þessu eða eitthvað, skilur 100%. þetta er skilur ekki manns 100%. what the fuck do you mean? Já. Allavega, þið, ef þið vissið þið ekki, þá vitið það núna. Já. This is your public announcement. Já. Frá okkur allavega. Gríns. En já, við áttum bara eitthvað kósi kvöld þarna. Já. Maður er að lenda 7:30 og við mættum på hótel svona 9 og áttum bókun 10:30. Þannig að eiginlega bara fórum skiptum með föt, vorum búin að mála okkur í vélinni og fórum beint. Það er náttúrulega bara við hliðina á hótelinu okkar. Já, thank God. Við löpum þetta alveg. Já, alveg algjör að króka leiðir, sko. En já, þetta er literally við Ég hliðina. var líka bara, í minningunum var þetta miklu nær. Já, Þú en samt löpum við eitthvað geðið langarlega heim, manstu sem. Já. Þetta var bara svona, já, og svo líka er maður alveg náttblindur, sko. Já. En já, allavega. Daginn eftir, þá var Pilates morgunum. Hittum Hildi og fórum Pilates hann á Flattarinn í New York Pilates. Mælum við því að mjög auðvelt að fara, þess að bóka sér kortir New York Pilates. Þú getur bókað 1 tíma og getur líka keyptir viku. Já. Og 3 daga, eitthvað þannig. Það app, þetta er óslega þægilegt. Já, þetta er sjúklega þægilegt. Mjög einfalt og þú þarft ekki að, þeir eru ekki að spá ykkur þú kunni Pilates ekki, sko. Nei. En það er alveg gott að vera búin að læra það, skilju. En við fórum fyrst skipti Pilates þannig, eða ekki? Ég gerði það, já. Jú, við gerðum það saman, já. Við vorum bara, já, þú veist. Já, nákvæmlega. Við bara hermum eftir hinnum og þú veist, er ekki að flýta sér, skilju. Pilates-klubb, en ég vörklass var ekki komið eða neitt þannig, nei. Við lærðum Pilates í þarna, basically, held ég, sko. Eða Nobu, ég man ekki hvort við fórum fyrst. Ég held New York, já. En þú veist, maður bara hermum eftir hinnum, skilju. Já, þetta var bara easy. Já. Bara verið með grip socks, þá er þið góð. Já. Já, svo ætluðum við, þetta er náttúrulega bara föstudagurinn. Vá, hvað það gerst rætt. Já. Var það bara daginn eftir? Já. Vá, við leysum að það var lengra inn í ferðina. Að við fórum á Hamilton. Já. Við vorum með bókað á Kipriani staðinn hérna, kl. 15:30, en við beilum á hann. Við beilum að því við vildum bara taka nóg tíma í að græja okkur og að því þurftum að mæta hans fyrr á Broadway og eitthvað svona, þetta var eitthvað svona þannig við vildum ekki vera ómiklu stressi og vorum ekki lengi að koma okkur heim úr Pilates. Já. Var það ekki? Vorum við ekki að fengum okkur Caesar wrap þennan dag eða? Nei, ekki þennan dag. Nei, það var næsta dag. Já, það var næsta dag held ég. Hvað fengum við okkur þennan dag? Okkur bygglu? Var það Essa Bagel? Gæti verið. Nei. Nei. Var það Caesar wrap? Já, það var Caesar wrap. Já, við fórum eitthvað aftur út í daginn. Já, við gerum það. Ok, já, örugglega. Við gerum það er rétt. Já, og svo gerðum okkur bara til, fórum í kjólan okkar, fórum á barinn á hótelin okkar, fengum okkur Margarita og þú voru bara að spila Harry Styles. Herðu, hvað var það? Það var geðvikt. Þetta var bara ándjóks, literally, við sátum hann í klukkutíma eða eitthvað. Já. Það var ekki eitt lag með öðrum. Nei. Og þetta var gömul og ný og þetta var bara, það var perfect. Já, það var geðvikt. Það var rosalegt. Svo akkurat þegar við labba út, þá kom eitthvað annar lag. Já, og við bara, this is our sign. Já, this is our sign to go. We need to leave. Já. Svo vorum við að fara Broadway á Hamilton. Já. Our fave, our bestie. En við mætum hana, kannski smá seinar og föttum að við erum bara í kolvittlausu leikhúsi. Bara við einhvern veginn heldum að vera bara eitt Broadway. Já, við heldum að Broadway var svona eins og harpan. Já, eða bara borglöksu eitthvað, skiluru.
Ég vissi að það vera marga sýningar í gangi, ég held að það vera 2 salir. Ég held að það væri miklu fleiri salir. Já, ég held að það væri bara 1 hús með mörgum sölum. Já, ég held að það væri bara, í sama húsi væri bara Hamilton, Wicked. Já. Hvað heitir hana? Chicago, já. Heitir hún ekki Roxy eða eitthvað, Gellan, já. Og svo, þú veist, þú voru fullt af ykkur öðrum leikrit. Ég held að það væri bara stórt og svo væri milljón leikrit inn í. Já. Og ég held að það væri svona svipa stórt og Harpan, skilur. Nei. Það var bara 1 aðal Broadway theater og það var eitthvað, hvað var Great það? Great Gatsby, já. Eitthvað nýkomið á, já. Þú veist, ok. Við bara, nei, við erum á röngum stað. Við sáum bara röðina, við vorum bara þú veist, og þá var ég allt í hennu, að því ég var nýbúin að googla. Já. Út af það var eitthvað gæi sem var í Original Hamilton, þetta er glúksalega að það. Hann var eitthvað gæi sem var í Original Hamilton. Hann var aftur daginn og ég var eitthvað að googla og segja byrtu hvernig hann var að leika. Ég ætla ekki að fara bore you with that detail, en þá sá ég bara eitthvað Richards Theatre og ég var eitthvað, hvað er það? Ætli það sé eitthvað annað theatre heldur en aðal theatre. Og þegar við vorum í röðinni, þá við ætlum að fara aftast í röðina. Já. Og það var bara byrjað að við verðum að tjekka ætli það sé í þessu Richards Theatre sem var í fréttinni. Já, þetta var bara þar. Þetta var bara þar og við þurftum bara að hlaupa. Við þurftum að hlaupa. Hvað var alltaf að hlaupa í þessari ferð? Mjög oft. Já, hún var alltaf hlaupandi. Hún var mjög mikið hlaupandi. Já. En ekki bara að því vorum út að hlaupa, sko. Nei. Það vorum alltaf seinar. We got in our step, þó. Já, true. Hann, já, við komist á réttum tíma og náðum þessu. Já. Og við þurftum hana, þú veist, eitthvað að sína miðan okkar til að fá prentaða miða og eitthvað. Og það er alveg vesen. Já, þetta er mínu nafni, what's your last name? Og ég bara stafa þar, bara lengst nafni heimi. Já. Svo setti ég þetta á Líf. Það greinlega kemur Líf Þórodóttir eða eitthvað sem, og það var hana Lífur og your last name. Já. Og hún bara, no, you don't have to take it. Við vorum bara, nei, hættu. Bara við erum vist að fara að Hamilton, hættu þessu. Hvað var það svo lendin í daginn sem voru? Já, nei, það var bara bókun í Mílan. Ég held að vorum að lenda aftur í því að vera með bókadeginum áður eða eitthvað. Já. Þeir vorum á póló bara hana. Guð, já. Það var ræðilegt. En já, þannig að Hamilton var geggja. Við náttúrulega erum búin að, já, gerðum vloggum það og össum ykkur frá þessu og svona, en það var bara 10/10. Þannig að það þurfa allir að fara. 100%. Saman þú hafur engan áhuga, þú myndi að áhuga. Það var ógeðslega gaman. Svo flott sýning. Þú getur ekki leiðist í 1 sekundu. Þú getur það aldrei ekki. Nei, það er ekki sjens. Það væri ótrúlegt ef þið myndi leiðast. Já. Ég skal endurgreiða með það ef þið leiðast. Já. Við skulum endurgreiða. Já. Ég er eiginlega þar, sko. Já, líka. Það er það gaman. Já, það var svo gaman, sko. Ég myndi alveg fara áttur. Same. Einu sem böggaði mig að Hamilton var ekki með skegg. Og svo sagði Birtaði mér, hún sá eitthvað auglýsingu af Hamilton og hún var bara, oh my god, svona, við vorum með understudyinn. Ég veit náttúrulega ekki hvort það er. Jú, það hlýtur að vera ef hinn var í auglýsingunni. Og hún var bara, það var annar Hamilton á þessu auglýsingu sem ég sá. Ég bara, Birta, hún bara, hvað var hann með skegg? Þú þorði ekki að segja það. Jú, ég var bara að djóka í mér. En hann var svona ógsta góður, svo sem við fengum. Já. Hann var ekki Lin-Manuel Miranda. Hann var það ekki og hinn hefði ekki heldur verið það. Nei, en samt. Skeggið hefði kannski gefið mig smá meira svona. Ég var ógeðslega lengi að venjast hinum Hamilton, sko. Já. En hann vandist og það var geðveikt. Sturlusýning. Gæti talað það í klukktími viðbót, sko. Já, það gæti verið bara sér. Bara 100%. Bara alveg samanlegar. En ef þið viljið vita meira þá gerðum við TikTok þetta. Já. Þannig ef þið hafa áhuga. Já, ef þið viljið sjá the vlog. Já. En svo bara fórum við heim og við pöntuðum okkur bara mat heim og eitthvað svona, höfum gósi og byrjum að horfa á Devil Wears Prada. Og svo laugardeginum þá vegna við fórum líka í Pildes. Já. Fórum líka í Pildes og vorum við svo ekki bara að labba er þetta ekki dagur sem fórum í Skims og eitthvað? Jú, fórum á Fifth Avenue. Jú. Ekki. Já, það var bara svona cozy dagur. Það fórum við Essabagel. Mjög góð. Og svo settumst inn á Four Seasons í drikk og mæli með þá ógeðslega næs. Gaman. Já. Við vorum alveg ómálaðar og bara í íþróttafötum nána, sko. Nei, við vorum með svo hann að Bjarnastaðabóanir. Bjarnastaða? Nei, var ekki Bjarnabóanir. Já. Beljulagið. Það var alveg að þýmsókana. Ok, Birta, ég fer í svona röndóta peysu yfir mig, var einu peysu mín og Birta fer í röndótan ból og svo hann jakka yfir. Ég eitthvað, Birta, við getum ekki báðir röndóti. Ég bara, þetta sést ekki. Þetta var bara a t-shirt. Ég maður þetta bara t-shirt undir peysuna mína. Birta, það sést ekki neitt. Svo spurði það svona 10 sinnum, bara eitthvað randomli, bara, þið systur? Og af hverju er fólk að spyrja okkur að því? Og svo kemur, þau vorum að Four Seasons, hún var bara, oh, you're so cute matching. Við eitthvað,
for your matching shirts og þá sást grilla bara í að fyrst það væri í bollum, ég tók alltaf eftir því, skilur. Nei, ekki en heldur. aðrir voru bara æ, krúttin. Ég bóði rundóttu Já, sætu mínar, já. Svo bara, Já. með við fótt 2 margarítar. En já, ég kallaði okkur bjarnabóðan all tíma því vorum við svo okkur bóvar. Ef það er 2 rundóttir hlið við hlið, þá erum við svo glæpamenn, sko. Já, algjörlega, Út í einu 100%. Já, þetta var þetta gali dæmi. Já. En við ætluðum ekkert að gera neitt, skilur þannig. Nei, Við ætluðum bara að fara rölda. svo fóra og skimsa og eitthvað. En svo vorum við bara eitthvað, já, okkur langaði bara í a drink. Já, og við vorum bara við vorum átnað eitthvað þreyttar, Já. skrítið, alltaf þreyttar náttúrulega. Já. Og við bara, ok, setjum þetta niður. Og veistu að góður ferskudrykkur geta vakið, sko. 100%. Já, Svona þannig- alvöru góður og svona fínu Já. hótel við varum bara fyrir maður fínt Sem ekki bara hótel. sikurleðja. Já. Já. A skinny one. Já, a skinny one, thank you. Og sátum þar og það var ókslega gaman. Svo voru bara, herru, við þurfum að fara heim og græja okkur, sko. Já, vorum alveg dóldi sinnar. Já. Við ætlum að vera bara, fara í 1, Já. endaði í 2. Já, fyrir 3, ég Já, maður ekki. ég- Já, voru ekki að fara og hafa bara one more við eitthvað, okay then. En það er svo, líka bara eitthvað svo ógeðslega mikið væp að vera bara eitthvað ekkert búin að gera sér til, vera bara á okkur hóteli og Já, jappa með margarítu. geðvikt. Það var svo frelsandi. Það var mjög frelsandi Já. í sammálaðir. Í staðan fyrir að vera eitthvað uppstrílaður í kjól, Og vorum skilurðu. einmitt að fara að hitta Hildu og Palla og þau einmitt sendu eitthvað, við erum bara leiðin heim núna að græja okkur, við bara score. Já, því við thank ætlum að vera löngu búin að God. hittast, Já. sko. Þannig vorum bara think God að Þau við voru- séum ekki að vera Já. leiðindapúkanir. Þau voru sein líka þannig, það var mjög fínt. Mjög gott. Við áttum borð klukkan 9 á Budokan. Já. Þannig að við fyrum heim, bara lögum make-upið okkar og lögum hárið. Við varum ekki eins og að gera make-upið á hárið. Við fyrum heim, hendum okkur í kjóla og já, svo fórum við prýtringa okkar á hótel rooftopinum, Já. rooftbarnum. Fórum Ekki? þangað, Já. jú, og vorum í svona prítrings þar, bara spjalla við þau, svo fórum við yfir á Budokan, sem er sérst veitingastæður. Og já, Fórum þaðan á klúbbin hana. fórum þaðan á Á klúbb á 101. Á hæð. 101. hæð, já. Ég var rosalega stressuð. Já, sem var alveg bara mjög hrædd, sko. Já, líka því að hann stendur svona út og það er glergólf og eitthvað. Það fyrir næsti, sko. Við vorum sérst að fara að sjá okkur DJ. Já, hérna, Benny Benassi. Benny Benassi, já. Push me. Já, þessi gaur. Já, Mm. hann er svo DJ og hann var þarna og við, hérna, fórum með hópa af íslensku stelpum hann á þennan Benny Benassi. Við vorum bara, við erum alltaf svo auðvitað að plata okkur í eitthvað. Við bara, já, við erum fangin til Já, það. svo til Svo til, já. Svo vorum við bara, ha. Já, og svo ískalt náttúrulega. Já, Þetta var já. 101. hæð úti Já. og við vorum ekki nógu vel klæddar. Nei. En það var mjög gaman. Ókslega gaman, við náðum að gera þetta bara mjög skemmtilegt, Já. skemmtum okkur ókslega vel og bara, þú veist, made fun of it, skilur og flottu staður, þú veist, Já, þetta er okkur geðveikt þegar heitt úti, sko. já, öruglega, Það var geggja, bara, það er alltaf svo mikið vindur efst. já, en Mjög. rosa hátt uppi, Já. það var rosalega hátt uppi, Ég var rosalega hrædd. já, Bara liftan og en þetta er upplifun. þetta er algjörlega upplifun, Já. bara mjög gaman Mm og, já, svo var komin sunnudagur, er það ekki? Jú, og þá fórum við upp á staðan okkar. Sadells, Nei, sko, ef þið farið til New York, farið á Sadells. það er bara best, Hann er í Soho, þetta er bara svona breakfast bygglustaður, en samt svona restaurant. Þetta er alveg fínn restaurant og bara fáið ykkur tomatsúpu og grilled cheese eða fáið ykkur svona bygglu tower með your topping of choice. Já. Það er our favorite. 100%, Og cucumber margarita. alltaf, hún er Yummy. hún er óeðlilega góð. Þetta er staður sem að ég bara byrjaði að drekka gúrkumargarítur og núna alltaf því ég fer á staði þá er ég bara, do you have a cucumber margarita? Og þegar ég var í Mexiko þá er ég alltaf bara, cucumber margarita please. Já, ángurins. Voru það svona góðar þar? Það eru geggjaðar, en það eru öðru í þessu, sko. Þessi er eitthvað next level. Já. Það er eitthvað jalapeno líka, síróbíni og eitthvað, þetta er eitthvað rosalegt, sko. Hún er bara, þú veist, ég hef aldrei smakkað jafn góð á þessi, Nei. en aðrar eru góður á annan hátt. Ég skil. Þess að því ég gerir heima, þá er það öðruvísi góðar. Já, Ég hef aldrei náð þessu bragði. þetta er líka smá svona sigrabræð. Það er síróp, Já, sko. það er eitthvað síróp. Jalapeno síróp, sko. Já, Verða En eiginlega að fá uppskrifni. hún er góð. Svo góð. Góð er hún. Já. Það er eiginlega bara ekki hægt að fá þessu eina. Nei, það er ekki. það er ekki. En já, þetta er alveg þessi staður sem við enduðum á. Við vorum með eina bókun þar og við enduðum 3 svona. Já,
Samt voru ekki nálægt Soho, sko. Nei. Við erum bara alls ekki að gista í Soho. Okkur finnst svo rosa gaman að fara á Já. En já, við vorum þarna, fórum að hittum þau á sunnudeginu þarna, Hildapalla aftur. Og svo röltum við bara Soho og hittum þar engan annan en Giacomo. Oh my god, það sko, við vorum að löpum fram hjá Giacomo og nú búin að vera inn í Giacomo búðinni áður. Að spjalla við starfsfólkið og var enginn átöku vita að maður var að koma. Nei. Rude. En já, hann var bara besti vinnuðinn, hann að gæinn. Já, ángurins. Tala um að hann elskaði Pisces Women og eitthvað. Já, og ég elska hann. Já, hann var æði. Besti vinur minn. Já, og hérna þetta hugsa ég með brauðminnslu. Já, af því að þú buggaði svo mikið á þig. Já, ég var alltaf að fá svona second hand embarrassment út daginn. Ég var að tala við starfsmanninn Giacomo og hann var bara geðveitt að spjalla við mig. Hann var að segja að segja okkur hann hefði verið að vinna fyrir celebrity, hann reyndar sagði ekki hvaða. Sem var svekk. En hérna, sem hefði verið Pisces woman, skilur, pottit Camilla Cabello eða eitthvað. Típist. Nei, en svo bara og ég var með, þú veist, náttúrulega sólgleraugu mín sem eru frá Giacomo og hann var með sólgleraugu frá okkur, bla 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 og við vorum eitthvað svona að spjalla og eitthvað og svo bara svona, erum komið saman og svona bara, þú ert með eitthvað framan í þér þá er ég bara að vera með bara brauðminnslu eða eitthvað. Já, og hún bara alla minnina í brauðminnslu, ég var ekki að taka eftir, hvað voru að borða? Man það ekki. Ég trúi þess ekki. Jú, Joe and the Juice þú veist hvað þetta ekki verið merkilega en það svo langt síðan já, við borðum það bara klukkan, þú veist, 9 morgun eða eitthvað í hinu hverfinu já, þú veist, ferðum okkur yfir í allt annað hverfi og það er enda bara on my fucking mouth god damn it já, þú veist, ég sagði, ég æpist á svona eitthvað, þú veist, en ég var ekki að pæla og hún var búin að tala um gæðin, hún var bara, fuck, ég var að tala um gæðin svo sá ég hana bara svona út allan dag, ég var svona, fuck ég bara eftir enda að hugsa þetta já, þetta var svo vond já, en það var ekkert þess að væri bara með eitthvað sósu í munnvikinu eða eitthvað, skilur, það var bara með eitthvað smá crumbs hræðilegt spara en já, ok, allavega, þú veist, við klárum hann Sedels og svo erum við bara að rölda hana með Palla og Hildi og svo sáum við bara svona myndavælar inn í Giacomo gluggan, við vorum bara svona, hvað eitt, inn á Sedels, þá sáum við hérna gelluna já, hana Brooke Snyder já. Sem einhver reality Jersey gæla já, einhver reality TV-star gæla eitthvað módel var í Dance with the Stars og eitthvað já, það var, þú veist, að því sko ég sá hana bara svona í andirinu við vorum að bíða eftir Hildapalla og ég var eitthvað svona þú varst að pissa eða eitthvað, þú varst ekki hérna við hliðina á mér og eitthvað svo varst út að hringi þau eða eitthvað ég var sendur, ég var svona að horfa á hana og hún var svona að tala um fólki sem að segja, þú veist, hvað borðið væri og eitthvað svona og ég var bara, þetta er eitthvað I've seen this face before þetta er eitthvað og svo líka hún bar sig svona hún var svona en samt svona ógeðslega góð fyrir þetta var svona þetta, hún gaf mig þessa orku eitthvað hérna ég var bara, þetta er eitthvað svo var ég var bara svona að horfa frá bara stara fram henni og hún bara starði ofta á mig tilbaka og ég var bara svona, því ég gæti ekki sagt neitt því ég vissi ekki hvað það var, skilur en ég var bara og sást líka, þú veist, hún svona klætt þannig sem væri bara smá svona celebrity nei, svona bara smá hungover já, samt svona góð með sig og með deru og gleru já, alveg svona, þú veist, einmitt hún var smá fela sig, en samt bara að greina svona hungover, skilur, bara hérna eitthvað og það var svona, ok, eitthvað og svo komst þú eitthvað og ég benti strax á hana og við vorum ekki, já, við séð þess að skilur, eitthvað Við vorum ekki samt að kveikja hver það var, ef hún kannski ekki tekið að þessu glerun já, kannski, það er kannski geta fatta hver það var en ég aldrei fatta nafnið hennars ég vissi ekki nafnið hennars ég oft stolkaði þessa gellu einmitt, og maður hefur alveg séð hana og hún satt út og við sattum inni en ég var svona, það heilt kom að bentin á eitthvað þetta er eitthvað, hún ekki, já við allar vorum sömu tilfinningar, bara we've seen this person before og svo Jeff Bezos held nefnilega hérna Met Gala party á laugardeginum pre-party á laugardeginum deginum áður en við erum að Sedels og ég er að skoða hverju mættu í þetta party og sé bara þessa gellu og þar fengum við nafni ég bara, þetta er hún, right? Og þú veist bara, jú og sáðum bara hárinu og fæðingablettinum munnsviðburinn og allt, þetta var bara 100% hún já, þetta var hún, ég sá bara fæðingablettin líka ég var bara, þetta er, og það var gaman að hafa séð hana en jú, svo fyrir við aftur að labba í Soho já, við sáum bara eitthvað myndaval inn í Giacomo búinu við varum bara svona, akkur myndaval inni þess að ég var ekki á hann, það var bara á gólfinu, skilu og svo erum við bara að labba fram í innganginum og það er svona fullt af, ekki eitthvað margir, það var svona kannski svona 5 manns eitthvað svona á rambelinu eitthvað neginn fyrir utan og við vorum bara, oh my god, og ég byrti vorum bara, oh my god, þetta er hann
og Hildur og Palli bara, hver, við eitthvað, hann, þetta er hann, þetta er Giacomo, þetta er bara hann, og þú veist, við bara, ég fraus, ég var bara, ég gæti ekki svona eitthvað, þykist þér eitthvað lappa framhjá eitthvað, ég var bara, nei, maður bara stoppaði bara, það var engin eitthvað að standa hann í kring, við vorum bara, oh my god, og sko, ég veit bara hvernig glottið að mér var örugglega í andlitinu, af því að hann var alltaf að horfa á mig og brosa, ég var örugglega, já, við vorum báða bara eins og eitthvað styttur, já, og Palli var bara eitthvað, af því að maður bara eitthvað chilla hann og labbaði hann Palli var bara eitthvað, stelpur, biðið mynd, nei, ekki fyrir truflan, sko, biðið bara mynd, stelpur, hvað minni, biðið mynd, svo er hann bara komin alveg fram hjá okkur, þegar Palli bara, excuse me sir, það er náttúrulega alveg breifist í heimi, hvað er á honum? Já, hann var svo kreis, og hann eitthvað, það var svo vandrarlegt, sko, og hann eitthvað, could we get a photo, segir eitthvað, can we get a photo with you, eitthvað, og hann eitthvað, of course, segir eitthvað svona, og svo stillir sér upp með Palla, og Palli bara, no, not me, they want the photo, og svo vant hann sér að spyrja fyrir okkur, ekki líka að segja nei, já, segja bara já og svo komum við, já, ekki segja nei við Giacomo, nei, aldrei, no, not for me, víst for you, you wear your fucking Giacomo t-shirt, sko, show some respect, já, hann á nokkra bóli, sko, I know, en já, og hérna hann eitthvað segir nei, og eitthvað, nei, það er vilja mynd og við erum svo börn, skilur, sem er eitthvað pikki eitthvað, bara, má hún fá mynd, skilur leiði alveg hræðal, svo var ég bara þú veist, við stendum bara eitthvað að taka mynd eitthvað, nei, sko, þessu mynd, ég er eftir að senda hann inn í chatið, bara myndir af mér og honum bara, þegar þú voru eitthvað að labba aðeins frá eða eitthvað, ég er eins og næstu trúður sem þið finnið og ég sendi Bensa þessa mynd og hann var bara hvað er að sjá þig, þú ert bara eins og mestu kjáni sem ég sé, já, og ég var ekki að reyna það, sko, nei, sko, Egill sagði við mig í morgun í útvarpinu, hann bara þetta er svona svipmynd og ég tók, hann var að segja það, að hann tók með Loga Geirs þegar hann var 12 ára að hitta handboltastöðunum sína, að hann var bara svona lúði í fram og bara badd sem er svona spennt, þess að þið litið þannig út. Já, það er bara rétt. Það er hárrétt. Ég veit, þetta er hræðilegt, en þetta er tilfinningar þar. Já, þú veist, við erum að hitta okkar fótboltastjörnu, skilur einmitt. Það sem að fólk tengi við bara okkar ædol. Bara ef þið þekkið okkur í tilboðinu, hvaða merki er búið að vera our main alltaf í afmælisgjafir, jólagjafir, alltaf Giacomo, every fucking year. Já, það hefur ekki klikkað, sko, og við erum búin að tala um bara hvað þetta er up and coming og hvað erum að fylgjast mikið með honum Simon, bara allstaðar sem er Giacomo, bara og við elskum hann og hans og þegar Bad Bunny hann, þú veist, komi á Met Gala sín tíma, þú veist, við erum alltaf að vera að tala um hann gæja, þannig að við fengum að hitta þennan mann written in the stars, er í alvörunni, þú veist, bara, já, nei, þess bara mér er aldrei dottið í huga myndum hittan. Nei. Ég hef aldrei verið að starfströka á æfinu minni. Þetta var magna, sko. Já, þetta var guðdómlegt og við tölum ekki annað alla ferðina, sko. Nei, nút ekki. This is our highlight. Nei, alvörinni. Þú veist, ég veit ekki það er ekki að hitta einhvern annan og ég tala um það miklu minna, skilu, einhvern frægari. Já, sem við erum búin að gera. Já, þú veist, já. 100%. Þetta var bara svo merkilegt fyrir mér. Ángríns. Þetta var svo merkilegt og hann var bara svo mikið krútt annað með eiginmann sinum og ammans var þarna líka. Já, ambassador. Já, hún er eini ambassadorin bara af Giacomo, er ammans. Já. Þetta er bara svo, já. Hún var þarna líka. Já, ég hitt hann líka. Já. Bara ef þið þekkið ekki þetta merki, byrjið að fylgjast með þessu af því að we're telling you, þetta mun springa upp bráðum, sko. Já. Það mun springa upp. Hann er alltaf komin mjög hátt, skilur. Mjög, já. Þetta er ennþá svona frekar affordable. Já. Þannig að þetta er svo góð investment. Þetta er alveg, já, mér langar allavega að segja ykkur þetta, skilur. Nei, strökkum þetta út. Já, næsti. Nei, bara því fórum við þetta, the besties. Ángríns. Sem engum öðrum. En já, vá, þetta var bara eins og fyrir okkur að hitta, þú veist, our idol. Og það er svo gaman að deila þessu með saman, já. Skilur, að því að ef ég hefur ein bara eitthvað, já, maður veist ég hver þetta er, skilur. Já, það hefur erfiðara. Já. En þarna voru báða bara, what the fuck? Já, þetta var rosalegt í alveg og líka bara, guð mig góður hvað hann er guðdómlegur in real life. Glæsilegur. Stór glæsilegur maður. Hann var bara eins og að vera kliftur út úr baði. 100%. Með bláu peysuna sína í þessi. Já, bara, já. Samt var með reipangleru. Það fannst mér weird. Þú vorum alveg svo weird. Já, það er alveg með sólgleru sjálfur, sko. Já, hann á fullt af allir sólgleru. Akkur eftir með reipangleru. Humble King. Okay, Humble King.
Okay. En So hann var alltaf friendly Logan there. Slay og maðurinn hans og ammans og Everyone. hann var bara svo ógislega, ég held líka hún var skemmtilegt að við vorum noticing him, sko. Af Já, því ég að held það líka. Það var enginn annað í kring sem var eitthvað að horfa á tvisvar, skilur við. Meðan við vorum bara, oh my god. Já, það er alltaf gaman fyrir hönnu því að vera Já. þekktir, skilur Já, og byggði mynd með Já, honum, skilur já. við, það er örugglega ekkert eitthvað algeng. Nei, Þetta er svona if you know you know. þetta er svona þannig að hann vissi að we knew. Þú veist, við Hann sá vorum það bara... á svipnum okkar. Já, við vorum bara, oh my god, þetta er hann. Ég bara ekki við mig, Nei, ég sko. veit, það er ekki Bara hægt. glottið Ég var á ekki að fara að andlitinu play mínu. it cool Nei, at ég gat that það point, sko. Ég gat það ekki. Nei, sko. Já, þetta var svo gaman. Þetta var örugglega highlightið í ferðinu minni. Já, ángríns, alveg 100%. Bara að sjá hann og hitta Já, hann, já. taka mynd með hann. Bara takk Palli Já, takk Palli. fyrir að bara láta okkur taka mynd. Fyrir að við eigum þetta Já, dokumenta, af því að ef hann hefði ekki verið með okkur, við erum tvær, við hefum ekki beðið um mynd, Nei, sko. við vorum bara frostnar, Já, við vorum bara, við hefum bara, og svo var hann labbaði byrtu við erum bara, okkur. Já, ég er svo lítið fara að kalla eftir, elsku, Nei. bara, nei. Já, allavega, við fengum mynd og þetta var Við fengum, geðveikt. þetta var geðveikt. Já, og svo, já. Þetta svo var á happy. sunnudeginum, já. Já, og svo náttúrulega mánudagurinn er bara heill þáttur í senstu viku. Já, Þannig að bara þið Matt bara- Monday, Já, heitum More Higgins. já. Og, Hittum, sjáum Giacomo aftur. já, Já. þetta já, þriðdeginum, það já, var já. þriðjudaginn, Og færðum okkur þarna yfir, einmitt, bara síðast þáttur, eða vil heyra hvað við gerum á Matt Já. og allt Matt. Þá var það í hinn þættur. Við Já. erum ekki bara aftur yfir það. Nei. Og hérna, en já, skiptum hann aðeins hótel og svona, Mhm. og fórum út að borða á þriðjudeginum Á Carbone. á Carbone, þið náttúrulega vissu það ekki Nei. þáttur endaði fyrir það, Já. en við fórum sérst út að borða á kvöldin, kvöldið þarna á Carbone. Sem má bara vera erfið staðurinn í New York til að fá borð. Mhm. Svo ítelsku staður í Soho. Mm Svona smá retro að utan. Já, þú fattar ekki svo sérst að lappina á Nei, eitthvað hellan stað, sko. Skarlaðan stað. Já, En hérna, við vorum báðar rosalega þreyttar af því að klukkan 11. þú veist, þetta var ekki Ég man alveg lægi alltaf með eftir okkur. þessu bara. Ég man eftir bits and pieces. Já. Þú veist, ég var ekki alveg með, sko. En þú veist, við fórum ekki svona klostið eða neitt, skiluð. Nei. Þannig að við náðum ekki að lappa. Við vorum bara í basically andrinu. Já, þú veist, það er pottið eitthvað sérna sem satt hann inn fyrir, sko, Örugglega, og við við bara bara- stóðum ekki upp. Við stóðum ekki upp. En pasta var geðvikt þess að við fengum okkur. Ógeðslega Við fengum gott. svo spicy vodka, Rigatoni. Þetta var ógeðslega gott og bara geðveikt atmóð inni. Annað. Nei, út af Já, við vorum bara með þess að forrétti. Já. Það voru ógeðslega mikið af forréttum sem kom bara. Mhm. Og við nefndum ekki eftir þetta. Við fengum okkur espresso martini. Já, náðum ekki svona að klára það. Nei, nei. We tried. We tried, en það var ógeðslega gott. Já. Ég bara mæli svo mikið með að Við fyrir alveg eftir að það, sko. Já, 100%. Já. En það var geðveitt að fá að upplifa þetta. Þetta er bara svona í alveg uppáhaldstaður, bara Kim, Leonardo DiCaprio, bara allra. Mhm. Ógeðslega gott. Þannig að við fengum alltaf að upplifa hvað þau upplifa. Já, I get the hype. Mhm. I get the hype. Já. Já. Ógeðslega flotti þjónarnir. Ógeðslega góð þjónusta, Já. bara sturlað, já. Mjög næs. Og það var bara beint í betan eftir að koma heim. Já. Og það voru svoandi á The Mark. Já. Nei, þetta er þriðjudeginum. Við erum komin heim. Nei. Jú. Ég var í bláa settinu þegar við vorum á The Mark. Já, rétt, þetta er on the mark. Já. Sorry. Já, Það var fyrst, þetta var nóttin okkar á The Mark. alveg rétt. Gistum við það á þriðjudeginum. Alveg rétt. Svo mástu við beilum og ætlum að fara að nóbu á miðvikudeginum. Já. Beilum á það að því að við keftum gistinguna á The Mark. Þú veist að spara. Og já, hérna, þannig að við miðvikudeginum við vöknum við eldsnemma, tökum við upp þáttinn Alveg rétt, já, sorry. og tökum við miljón TikToks og bara, við ætlum að nýta að við séum á þessu hóteli. Já. En við vorum mjög hressar þá. Já, algjörlega. Ég vaknaði í morgunin og ég bara, can we get 2 double cappuccinos and 2 double iced lattes? Thank you. Hann eitthvað, how many people are in the room? 2. Hvað skil það máli? Hei, ekki coffin shame okkur. Fólk koffín séumar alveg mikið, sko. Já, hætti þessu. Ángrins, it's in my body. Já, we're just too tired Já. babes, okay? Megum við aðeins overdose á koffín eða? Ángríns. Já, og svo áttu við bara kósi dag. Þannan dag. Já, við ferðum okkur aftur heim á okkur hótel. Já. Hvað gerðum við? Ég ándis manna ekki. Nei, Fórum á Sadels, sörgulega. við fórum á Sadels. Ekki. Ég held það. Fórum niður í Soho. Já, við fórum niður í Soho Mm á Sadels. Mástu, mér langar að kíkja í hérna Já, Mason og Frame. já. Fórum í eina búð. Við fórum á Sadels. Fórum á Fengum Sadels. okkar að borða. Fórum í eina búð. Við vorum bara, erum að sopna. Við erum að sopna. Bara þessi kaffibóllar, Og gerði ekki þeir voru, raskat fyrir okkur. klukkan var orðin þau 3 eða eitthvað.
hitt var alveg 8 morgunin Já. þannig að við varum bara ok Það var líka smá rigning. já, og það var svona seinsti dagur og við varum bara svona, hvað getum við gert bara til að, þú veist, aðeins að njóta dagsins betur Já. löppuðum fram hjá okkur mjög spesstað Já. en það var rigning og grænnitrigning þannig að maður nefndi ekki heldur ekki að vera labbandi Soho Nei, og það gerir maður svona þreyttan. Já. Það er svona þegar verður svona grátt já, úti og svona maður drási eitthvað Herra, svo sáum við svona stað sem var svona úti en samt með skýli yfir inn í Soho og við eitthvað, eigum að fá okkur eitt drikk og við gerðum það Já. fengum okkur Manhattan, frá Manhattan Einmitt. aldrei fá okkur hann Oi, barasta. djúvill er hann vondur Hann ógeð. ég gat alveg gefa mig það því ég sá hvað var í honum skilur Já, já. en þetta var miklu verið en ég held Já, miklu. Þetta er bara Ógeðslegt. alveg þú getur drukkið spritt, það er bara pottbytur. nei, ándjóks 100% Já, spritið betra já. ég hef örgulega smakkað sprit sko Mhm. ég myndi freka að fá mig venilegt martini með vodka Já, 100% ég líka. heldur þetta er whisky Ég og líka. vermúð Ég með líka. einhverju þú veist, þurrkar döðlu eða koni, þetta er Það ógeðslegt var ógeð. viðbjóður, mæla ekki nei, þetta er svona cherry svona, Já, var það? já, Já. en það var ógeðslegt Viðbjörnsvægt, Já. en við allavega bönduðum okkur það og svo bönduðum okkur bara freyðinsglas sem var Já. bara fyrsta freyðinsglasi í ferðinni í ferðinni. já, það var að vakta okkur og voru bara basically að vinna Já, Á það þessum var stað. ógeðslega næs. Já. Við settist bara og vorum bara að klippa saman bara myndbönd sem við þið fengur svo mikið content þennan dag að Já, því að við já, já. sátum hana og voru bara sátum að það, við tókum bara situ hana. já, Við sátum að það í kannski 4-5 tíma. ekki tjóka það við vorum ekki? ekki í plan, jú Já. við ætlum náttúrulega að bú og svo voru bara hei, að því að öll bíóin eru þarna hjá Soho sem er aldrei langt frá okkur það er aðeins lengur en Soho þannig var bara fyrsta, eigum við ekki bara að fara í bíó og þá fórum við að gera research og öll bíóin að því okkur langa að upplega svona bandarísbíó það sem að færi mat og svona upplifun þannig að það var bara rétt hjá okkur þar þannig að við bara biðum ennþá lengur í setur okkar Já, já, já. og fórum svo bara beint í bíó Og borðum þar. já, Devil Wears Prada 2 og Geggjuð. það er áskrifta þáttur það líka Já. það við viljum hlusta hvernig okkur fannst sú mynd Já, og bíó upplifunin. já, Já. Þannig að það var ógsta gaman. Já. Og svo bara var komið að síðasta deginum og það var svona, við hefum búin að ákveða fyrir okkur að svona síðasta árin er bara svona hefðin að fara í þessa búðir sem að Target og þetta, þú veist, og ná, þú veist, þessa bandarísku búðir sem mann er langar alveg að kíkja í, en maður kannski nennir ekki að eyða eitthvað. einhver góðum degi í það Nei. og það ekki að fara í sóladegi bara eitthvað í Target Nei, skilur þú veist, þannig að, þú veist, já. við gerum deil svona senast daginn Já. tökum við svona Target run fyrir flugið Já, það fyrir er flugið, alltaf já. kvöldið Ná setjum bara flug. já, en við fórum alltaf Leon Spiegels Fórum á Leon Spiegel Já. sem er ángríns bestu beiglurnar. Leon Spiegel, holy fuck go there. já, við vorum bara, þetta er alveg svona frægur staður á TikTok og þú veist, þau veitir hvað fylgir því það eru raðir og þegar við sáum röðina þá vorum við bara svona ég var að beila svo var ég bara svona, við erum komin alla leið og hérna, þetta er Orðnar svangar. já, þetta er örugglega ágætlega fljótt og það var hann að pop-up bagel sem er líka mjög frægt við hliðina Já. sem er samt bara basically dýfir í það einhver smjör og það er alveg núna trending hvað það er lélegt þannig að Einmitt. við býðum bara að sjáum hvernig röðin reyfist og hún var ekki það lengi Nei, það var mjög við býðum öruglega í svona Já. 10 mínútur korter eða eitthvað og með því það var svona andur 60 manns í röð Já, já. þannig það var ekki það slæmt en við ákveðum að fá okkur svona klassíska beiglu sem að við myndum aldrei fá okkur Neip. með eggi, beikoni og Ost. við myndum alltaf fá okkur með ost Já, já. og setjum svo hot honey líka guðminn góður Bara þetta var hoppaðu upp í raskata. nei, ég myndi drepa fyrir þetta right now Ég veit það. ég myndi drepa Þetta, fyrir þetta right now in front of me, með I would destroy. superdós frá Coca-Cola. það er náttúrulega komin superdósin það er mjög American guys, that's so American. Þannig að mér vantar þessa byglu og mér vantar superdósina right in front of me. Ég geti flogið til New York bara fyrir þessa byglu. ángríns Nú er ég komið með þetta og Núbulus samlokuna. já, þetta er svona must En thank og God, Sadals. já, og Sadals. En thank God að ég sé komið superdósa kókið til Íslands. Thank you. fók ég spennt að fá mér það Já, er það til Zero líka eða bara ég Zero líka. oh my god Ég held að hana, Elma hafi sko bara postað mynda þessi í dag, bara, en Zero ég veit það ekki. það væri, Það náttúrulega væri alveg, áhugavert að vita, sko. já, alveg bara fyrsta sem ég Þurfum að fara í- Við þurfum að fá þetta upp á skrifstofu. give me the super can Já, sko ok, þetta er allavega venjuleg, þetta er venjuleg kók allavega ég held nefnilega að þetta sé bara vennileg það en er spurning. já, kannski er það að byrja þannig Coca-Cola. líka Zero Yes, sir. ok, nice ekki Ó. Zero Stendur ekki nei, það. ég ætla, þú veist, það er örugglega ekki
þannig að þú veist, þetta superdósin, sko. Gamla góða, eitt gott sítt Coca-Cola, sko. Má bjóða þér eitt síðan, takk. Án gríns. 500 millilitrar af Coca-Cola. Yes, thank you. Oh my god, that's iconic, sko. Nei, Þetta gefur fastbæð bara því hún litlar. Án Það var gríns. þetta bara til í svona stóri. Já, en þú veist, ok, þegar plastið er náttúrulega ennþá til, skilur. Já, það er ekki að sama. Það er ekki að sama. Ég kaupa alveg svona plast og þú segjum okkur Gunni kaupum okkur pítsu eitthvað. Já. Það er gott að kaupa svo lítið plast, skilur, sem að getur, Já, setti bara í klaka á eitthvað. ég segi það, sem að maður getur skipt, skilur, Já. því að ein kannski þú veist, ég veit ekki, þannig að stundu kaupum maður bara svona, en núna getur að kipta okkur bara, sitt sko 500 millilitrar. Geðveikt. Já, því ég og Bensi erum alltaf rífast hann er búið með sitt og snemma, skilur. Einmitt, Þannig að fullkomið fyrir hann að það er 500. það er fullkomið. Já. Já. Love that. I love it. Takk fyrir okkur Coca-Cola, sko. Já, 100%. En já, og svo fórum við hvað þannan dag? Svo var bara flugið okkar. Já, við fórum í Fórum í Target og eitthvað. Mason og vorum eitthvað Já. skoða og keyptum eitthvað handa strákunum Já, einmitt. og og fórum svo í Target, já. Fórum ekki fara í Target í Soho. Djúðlega er fucking lélegt. Það er allir bara að Ógeðslega hæpa já. Target, það er ekkert að It nynni. sucks. Aldrei fara þar. Já, þannig að við fórum bara aftur í okkar hverfi í Nomad og fórum í Target þar. Já, það er betra Target. Miklu betra og þar náðum við að kaupa alls konar. Og við keyptum sko, við vorum með smá svona mission. Keyptum alltaf skemmtilegt fyrir gafaleg fyrir ykkur. Já, og okkur langaði smá svona að gefa ykkur part of the US experience. Þannig að við ætlum að hendi smá gefaleg á Instagram, það ekki? Og þið getið átt möguleika á að vinna. Ætla að skipta svo upp eða bara eitt sem vinnur þetta allt. Ég held ég sem með 20 öllu. Einmitt. Já, þannig að það er einn og einn besti. Þannig að tag your besti. Einn besti. Tag your besti. Við ætlum að gera smá haul hvernig við erum Er þetta bara Target-dótið það? Nei, þetta er líka eitt. Okay. Og ég byrja að vinna það. Já, af því að sko aðal vinningurinn í þessu Já. er Road. Við erum með Road, guys. Og nei, sko, þetta er Justin Bieber collectioni. Skylark. Af því að Hello Coachella, við erum ekki búin að gleyma Bieberchella. Nei. Við erum sérst með 2 hérna, þú veist þannig að ein vinnur 1. Þetta er The Eye Patches. Road Bieber Eye Patches. Og þið verðið að afsaka ef að umbúinu er smá crooked, við þurfum að ferðast með þetta Já, heim. það eru orðan smá njaskar, við getum alveg sett sannleikar með það, því að þú veist við þurfum að tróða þessu í töskun okkar. Já, en þetta er bara svona alvöru. En innihaldi is the same. Já, og þetta er við að koma með eitthvað frá útlöndum fyrir ykkur, sko. Þetta er basically við bara að kaupa fyrir ykkur, sko. Because we love you guys. Við vorum með þetta frá Road, svo erum við með 2 hérna peptide lip treatment úr sömu línu, þetta er caramelized banana. Gulu. Gulu glossarnir frá Road. Svo erum við með hérna the pimple patches. Það er náttúrulega algjörst möst. Frá sömu línu líka. Þetta er sveppirnir, eða Þetta ekki? eru sveppirnir fyrir ykkur. So cute. I'm excited for you guys. Right. Og svo erum við með úr Target. Þá erum við með 2 hérna Lemmy Deep Load. Lemmy Deep Load gummies, af því að þið verður náttúrulega að pröfa Lemmy, sko. Já. They're or Kourtney Kardashian. Þannig að, of course, we gotta try that. Svo erum við með þetta klassíska sem að, hérna, maður kaupir einhvern veginn alltaf í Target, sem er Já. svo ferða, Colgate og Tannburstar. tannburstar sem eru með tannkremi inn í. Já, og svona Já, og svona tannþrá. toothpick. Já. Þetta er bara geðið þægilegt þegar þú ert að ferðast. Mega næs, sko. Ok. Svo erum við 2 af okkar uppáhalds L'Oreal spray. L'Oreal Þetta er sprayinu. líka geðið mikið ferðastæmi. Þetta er svo mikið og Já. þetta berga okkur alla ferðina. Við gerum okkur yfirleitt bara einu sinni. Já, ég var að kaupa svona fyrir mig og Birtu og við erum að kaupa líka fyrir ykkur, sko. Já. Þetta er það mikilvægt. Hitt er fyrir mig og þig. Já. Já, ok, Já, þetta er fyrir okkur. Að ég er búið með mitt eftir ferðina. Já, við erum náttúrulega alveg bara destroyuð með dóti. Já. Þannig ég var að kaupa fyrir okkur og ég var bara svona, gefum bestis þetta líka. Já, af því að- so cute. af því að við notum þetta svo mikið. Love it. Og svo sáum við að var eitthvað trending á Twitter. Þetta EOS body lotion. Já, það eru allir að tala um þetta. Þannig að Vanilla Cashmere. Þannig að við ákveðum bara að kaupa fyrir ykkur. Já. Bara, Af því þið voru að tala, það var allir sem sendu þetta body lotion. Þannig Já. að við ætlum að gefa ykkur þetta. við ætlum að gefa ykkur svona og svo keyptum við líka Mini. mini. Já, þetta er bara sama, bara í mini. Já. Ok, cute, Já. love it. Þannig að já, það bara besties, go right now, takið þátt á Instagram og þið er mögulega að vinna
You was the same. Já, smá pakkur okkur, bara takk já. fyrir að fylgjast með okkur og með við vorum New York, sko, við vorum alveg overloading the content, Já, skilju. og bara takk fyrir að þú veist, við erum alltaf best og like Já, og bara subscribe og we love hlusta you. og bara þeir eru best, sko. Þeir eru lang best. En náttúrulega, að við erum náttúrulega ekki með Target Íslandi, en það er gaman að fá svona smá Target stuff, en það sem kemur svona næsti á Íslandi og er það sem er skemmtilegast í alvöruna versla á Íslandi, sérstaklega svona dót og meira til. Target Ísland, sem við talaðum. Já, í raun og veru, þá er það Hagkaup. Og hérna, þannig að ef þið eru in a shopping mood, þá ætlum við að kvísla ykkur eitt, það með ekki segja neinu. Ekki segja neinu, af því að þú veist, já. Við erum að kvísla ykkur það, þið veitir þetta er alltaf... It's tea. Já. En það er sérst tax-free sem byrja núna á morgun, á 14. maí. Já. Og það er sko tax-free af sko snerturum, sko líka öðru stöfi eins og leikföngum. Já, var ekki garn líka? Garn, já, það er expensive shit, have I heard. Ángríns og fólk alltaf, þú veist, að prjóna á eitthvað. Ángríns. Já, garn, ráftæki, snirtiförur og önnur stjörfara og leikföng. Einmitt. Ok, guys. Ekki segja neinum, af því að því sem ég mig segja það fyrir morgun. Nei, við hefum ekki segja það fyrir morgun, við hefum segja það fyrir morgun. Ok. Já, þannig að það er óslega gaman að fara að versla í Hagkaup. Þannig að ef þið eru í stuði, þú veist, þannig að bestu snirtiförunar þið fáið til dæmis L'Oreal sprayið þar. Getur nýtt ykkur það? Já, og hérna getur farið og shoppað. Ég ætla að fara. Ég ætla að fara líka. Ég er svo spennt. Ég þarf að fylla á svo mikið og bara leikföngin og hvað með góður. So much stuff. Já. En við spurðum ykkur. Já, við Hvað spurðum. vildu vita? Já. Getur rétt mér? Ég ætla að kíkja. Hvað þið vildu vita Sjá. frá New York? New York. Já. Það opnaði það. By By the way, Sunneva, ég ætla að senda þetta screenshot á hann sem nefndi ég ekki. Hérna, það var sérst eitthvað svona lífið, vísir, varstu múið að lesa það? Nei. Ok, það var bara eitthvað svona Instagram vikunar eða eitthvað. Ég man ekki hver fréttin var. Allavega, stendur hérna, ég með þetta hæla hérna. Stendur hérna, sérst, kemur að við höfum verið í New York. Skvísuna bókuðu sér nótt og Met Gala hótelinu svo kalla The Mark Hotel til að rekast á stórstjörnur en er að ræða glæsilegt 5-stjörnu hótel. Þær sáu marga fræga, þar meðal Önnu Vintour, Vogue drottninguna, Heated Rivalry stjörnuna Hudson Williams, en nokkur dögur fyrr ákust þar að fata hennin Giacomo. Ég sagði það. Fólk mér halda að við tókum þessar myndir af Önninu. Já. I love it. I love it. Bara we succeeded. Við náttúrulega hittum stay ekki... delusional, sko. Stay delusional og Nei, við eins og hittum við hefum ekki gert meira föss úr því að lappa fram með fokkin Önnu Vintour. Og töluðum ekkert um það. Einmitt. En við postum sérst... Já, við fórum líka inn á herbyggin með Hudson. Já. Þetta er bara myndin á herbyggin, hann er slopp og eitthvað. Nei, þetta er mynd í steganum. Já, ok. Þetta er mynd í steganum, sko, því að svo postum við líka mynd af steganum. Það gæti samt alveg verið inn í ykkur villu, skilur. Já, einmitt. Kast, já. En við sérst ef þið kíkja á myndina okkar hérna á Instagram, þú veist, þá postum við öll þrjú saman í þessu nú tilbúið. Allar þrjú, tilbúið, she's a girl. She's a girl. Já, 100%. Hérna, bara svona myndasirpu frá Mark, bæði myndum frá okkur og svo líka bara til að sýna ykkur hverju voru að gista þessa nótt. Bara til að sýna ykkur hvaða hótel þetta er. Já, bara til að sýna, og við settum þar mynda við Önnu Vintour og af Hudson Williams og svo bara eins og það sé ekki merkilegt að sjá hverjuslega JFK Jr. Þú veist, við settum alveg helling af hérna Sabrina Carpenter. Þau eru ekkert að setja það með, sko. Þau skrólaðu bara 2 áfram. Já, og voru bara já, þeir hittu þetta. Eins og það væri ekki bara að sé viðtal. Einmitt. Ef við hefum labbað fram í Önnu Vintour. Já, að djóka. En já, þetta var bara fyndið, ég ætla að segja þetta. Hver var að skrifa svo fyrir þetta? Ég kíkti ekki eins og það. Hvað miðill? Þetta var vísir. Já, ok. Fyndið. En ok, við spurðum ykkur eitthvað New York og það er svo stutt síðan, þannig að ekki mikið komið inn. Nei, já, einmitt. But I want to know everything. We basically told you everything. Já, við höfum. Já. Við sko, fyrst áskrifið þáttinn okkar sem við tókum upp, bara þú vorum bara live from New York, bara, þá sögum við ykkur óslega mikið bara svona, þú veist, andan í borginni, já, eitthvað þannig. Það er, já, þetta er náttúrulega 4. þátturinn okkar New York, þannig að vonandi er ekki eitthvað sem við erum að gleyma, nei. En ok, þarf frá kvikmyndagæjanum að veitingastafnum. Já, og sem sagt, eins og við sögum frá okkur í Met þættinum, þá sátum við þarna við hliðina á einhverjum tömgurum. Þeir voru basically að tala og ég tók screenshot okkar leikonu sem voru að tala við þau, að hún væri sko bara... Var það ekki Jane Fonda? Nei, þeir voru að tala Jane Fonda, en þarna voru þeir að tala Ég man ég á sko með heilt notes á allt sem þú voru að segja. Hvað er það? Finn það ekki. Í alvörunni? Já.
Og þú getur kannski fundið dagsetninguna, varstu kannski búin að skrifa Nei, ég var búin að eitthvað inn í leita allt, kannski var ég bara búin að stróka út og skrifa eitthvað nýtt. það. Já, getur verið. Að þetta var allt bara svona einhver orð sem ég var ekki svona að horfa á. Ok, Natalie Bay. Ok. Það er svona eldri leikona, Mhm. við getum flettinu upp, eða ég skal flettinu upp og sjá hvort við þekkjum eitthvað sem hún leikið í. En allan að hún er bara svona, her deal is running out and she will not get another, þú veist, role. Nei, þessi dauð. Birta, segir ekki dauð. Sorry. Hún fallin frá. Oh my god, hún var að deyja. Oh my god, Birta, þú sagði þetta bara. Sorry, ég Já. teka svo mikið tilbaka, ég glemdi mér Bara her deal is running out, bara literally. Nei, hún dó bara 17. apríl á þessu ári. Og akkur voru það að segja að her deal is running out? Er það rugglast eitthvað kannski? Nei, ég tók alveg ég með screenshot af þessu klukkan 20:39, 4. maí. Þeir voru að tala um þetta. What the hell? It's weird. Já, en allavega þeir voru að tala um kannski voru að tala um bara hvernig var að enda samstarfi. Þeir voru bara að tala um hann í látin og hvernig samstarfi, hún var nýbúin að run out of her deal eða whatever. En þeir voru að tala um Jane Fonda líka og eitthvað svona, og svo voru þeir að tala um að einhverju kostu 2 milljónir dollara að sæna og við vorum bara svona, það var erfitt að ná saminginu, við þurftum að sitja kannski svona 5 cm nær, þá maður heyrði svona alls konar svona big names, þannig að maður veit að þetta eru menn sem hafa unnið með stórum nöfnum. Mjög mörgum og tölum mikið um Kristen Stewart. Já, þegar við byrjum að tala já. Það er líka áður. Já. Við vorum búin að tala um hana, við vorum bara þess vegna spurði ég eitthvað, how is Kristen? Ég var að vona að myndi vera bara hún er fokkin leiðileg. Nei, hann bara tala um að vera besta mannski sem var kynst og ég bara, ok. Já, it's not tea. Nei. Ég held að því hún lukkar ekkert eðla leiðileg, skilur við. Hún lúkkaði hann einu. Allavega, we're wrong about that. Já, apparently, bara love to prove us wrong. En já, inn í channelin okkar þá vorum við að segja alls konar svona live from the moment sem við erum kannski búin að gleyma. Já. Það getur hlusta á öll voice-skilabóðin frá okkur. Einmitt. En já, að fara bara næst spurningu. Já. Hótelmeðmæli, The Mark. The Mark, mæli mjög mikið með. Ángríns. Mæli með. Hvar fekk Sunnu þetta belti úr Dreamland viðbörunum? Já, gula beltið. Mér minnir að það séu sörru. Já. Ég get tjekka á því. En ég held það, já. Ok. Það er alltaf langt síðan ég keypti það en ég var bara ekki búin að nota það. Minni það. Gætið deilt listanum með því sem er mest að kaupa í Target. Basically svolítið þetta. Fólk voru að segja okkur. Eiginlega bara þetta og miklu meiri fyrra. Já, Tide pennin líka. Tide pennin. Fólk segir það alltaf, Lemmy náttúrulega. Já. Það var eiginlega ekkert, og náttúrulega, einhver að segja einhverja hárvörur. Minni mig ekki, maður samt ekki hvaða. Nei. Má ég tjekka á því það? Stayquill, Nightquill. Já. Fólk segir það. Það er alltaf must, sko. Sammála því. Verkjalif, eða svona, þú veist. Ég elska að kaupa Pepto-Bismol líka. Það er ógleðislif. Tums, já. Já, en svo ég keypti mig líka bara maskara og eitthvað svona, skilju. Já, einmitt. Ég ætla bara að tjekka, gleyma alltaf hvernig maður fyrir inn í Archive í Instagrami. Við getum bara að tjekka hvort það sé eitthvað meira. Ég held að var ekkert eitthvað það mikið. Nei, það var rosa lítið. Allavega ekkert eitthvað sem við vissum ekki af. Þannig að við vorum eitthvað, ég keypti mig ekkert eitthvað það mikið. Nei. To be honest. TBH. Hvar settur þetta aftur inn? Hvernig var myndin? Það var svona myndin svona Target. Já. Hérna er þetta. Ok, Takis Alani. Það er ekki að orkutur ykkur? Jú. Aqua Pafor. Veit ég hvað er. Lemmy. Olay Retinol sjáargelið. Dækvöla neikvöl. Lumify augdrópar. True-Frú. Tide to go. Tide penni. Lemmy Sleep. EOS Body Lotion. EOS Shaving Cream. Svona nose magnet til að anda betur. Lifesaver þegar maður er kvöfaður. Lemmy og mini svitildegir og teppi. Við getum svitildegir. Hann var sko til. Við getum rullon. Hérna, góðu litina. Sexy Intrigue. En það var átt að vera til hinn. Hann var alltaf bara í hérna Walmart. Já. En núna er hann komin í Target. Hann er komin í Target, ok. Hann var bara búinn lyktin okkar. Damn. En alveg fínt að ég roll-on. Colgate mini tannburstar. Drizzlicious birthday cake bragðið. Eða s'mores. Ok. Í hverju? Veit ekki. Ok.
Had to go, True Frú, ég veit ekkert hvað þetta True Frú er. Það er fullt af fólki að tala um það. Flöt hárklema frá Kids. Já. EOS rakkakremi túrtappar. Já, True Frú, þetta eru svona þurrkaðir ávöxtir held ég. Ok. Þetta ég sá þetta? Já. Damn. Ok, við mútum smaka þetta. Crest, tannhvítnstrimlar. Já, ég keypti mér þetta þannig. Medicube, Haru Tide pennar. Hvað er Haru? Haru. Haru. Já. EOS, Tylenol, það er verkjalyf og Bioma. Haru hvað? Bara Haru. Já, þetta er eitthvað skincare-merki. Ok. Korean. Ok. Við veist ekki að Medicube var hana. Nei, já, ég var búin að sjá það. Við erum náttúrulega nýbúin að fá Já. góða sendingu af Medicube. Já. Annars hefði við stokkað upp, sko. Ó, já. Bioma, veit ég hvað það er? Bioma. Já, það er líka eitthvað Eitthvað fyrst. Já, skincare. þessi, já, ég hef séð þetta. Já, maður er að sé það. Ok, það var matcha, líka segir ykkur. Já, einmitt. Næsta spurning sem Gleymdu að kaupa matcha? Já, þú glemdi. Fuck, er munið núna? Dammit. Skotin. Nenni að gera haul og insta hvað þið kiftu, það er bara basically þetta. Við keyptum okkur ekki mikið í svo ferð. Nei, alls ekki. Nei, við vorum ekki mikið shopping, sko. Hvað kostaði ferðin sirka? Aldrei spyrja með þess Ég aftur. hef ekki grænan guðmund. Við tökum ekki svona hlut saman, sko. Nei. Var ekstra dýrt að vera yfir Met season? Nei. Við bókum náttúrulega hóteli fyrir alltaf löngu Já, síðan, þú veist, sko. ef þú ætlar að fara þessi bandaríkjana, bóka þetta bara með smá tíma. Já, við bókum okkar hótel í janúar. Það var alveg bara svipa dýrt og seinast við fórum, sko. Já. Þannig að, nei, veist, og það var ekki eitthvað að herra í borginni eitthvað verðið. Það er Tók bara ekki eftir því. alltaf dýrt í New York. Mjög dýrt. Það er alltaf mjög dýrt að vera í New York og út að borða og þú veist, fá sér kótela og eitthvað. Þannig að það er svona, þú veist, þess að við vorum bara að taka svona kósikvöldin á milli. Já, bara mjög gott. Við fórum örugglega oftar í kósikvöld heldur en út að borða. Já. Sem er bara næs. Það var kannski bara að trýta sig í einhvern lönns, skilur. Já, frekar yfir daginn og eitthvað svona þannig. Þú veist, það þarf ekki að vera kannski lunch og dinner. Sérstaklega ekki að vera svona lengi svo við, kannski. Nei. En það var því kannski 4 daga, Það skil ég, miklu frekar, já. Við hefum verið gert það þá. En að við vorum lengi og að því okkur, þau senast við fórum, þá vorum við 5 daga ákveðum framlengja að því okkur fannst ekki nóg. Akkurat. Að því að við vorum svo þreyttar eitt kvöldi og vorum bara, við verðum eiga heilan dag í viðbót. Svo erfitt að vera búin að eyða kvöldi. Já. Eyða en enginn snabba kvöldi í það. Já, við fengum svo mikið samskpitt. Já. Þannig að núna vildum við vera aðeins lengur þannig að við gætum verið þreyttar og fara bara heim. Já. Sem að var mjög næs. Það var geðveikt. Það var ógeðslega gaman. Og þú veist, það er svo mikið tílíka sem er í gangi núna sem við langar að tala um, en þú veist, við erum búin að vera einu svo lengi. Ég veit það. Við þurfum bara að taka áskrift Já, þú er bara ángríns, catching up sko með það. Þetta er bara Þetta er búið að taka allan þáttinn. Ángríns. En hvað er gaman? Ógeðslega gaman og þetta var bara ógeðslega skemmtileg ferð. Já, bara enn og aftur, takk fyrir að þú veist, bara nenn okkur í alvöru talað. Þú veist, þetta er bara, við erum bara að fara að rammun litla teppisbútin okkar og hérna, en er þetta ekki orðið árlegt? Þetta er það, sko. Er ekki frá aftur næsta Met season? Jú, við verðum alltaf að komast nær og nær. Næst ætlum við fara með bleið. Næst ætlum við að fara í bleiu og næst ætlum við að gista á Mark. On the Met. Getum við ekki bókað nú? Já, pæling, sko. Eða Ritz Carlton. En pældi að það væri engin á Ritz. Hvað Það með er hitt hótel hana? Þannig Carlisle, eitthvað. Það er alltaf einhver. Og Mark er alltaf ykkur, en já, Já. við ættum að pröfa það. Já. Það var svona dýrara hótel, sko. Markað aðeins svo dýrara. Þeim veit, en kannski ekki að bóka það núna. Kannski ekki. Við getum bókað. Þetta er alltaf fyrsta mánudaginn. Ok, þetta er bara for Gerum the það. fun of it. Ok. Að við erum hérna live. Já, ætla að sé, þú veist, kannski Ég ætla bara bara ekkert að laus. já, sko, að því máli er það sem við lærðum að það er oft búið að taka frábæra herbergin bara fyrir stílista og bara geymslu. Einmitt. Hvað heitir það? The Carlisle. Carlisle Hotel. Ég skal tjekka á The Mark á næsta ári. Er Mitt. það einn á booking, eða? Við keyptum það bara heimasíðunni þeirra, sko. Já. Ok, reserve. Hvað mánuð er fyrsti mánudagurinn? Fyrsti mánudagurinn á næsta ári, you guys, þið með öll komið okkur, það væri svo gaman. Please do. Er 3. mæ. Ok, oh my god. Það er lengra, það er aftur í mæ. Já. Það er til í að væri bara 18. mæ. En það myndi aldrei gerast. Ok, það er bara uppbókað Mark. Í alvörunni. Fyrsta, annan og þriða.
Ég geti farið aftur á þriðjudaginn. Það er læst 4. Hættu. Það er greinlega bara alveg lokað. Það er búið að taka þetta frá, sko. Þú veist, það er bara þannig. Það er bara lokað. Já. Mars, april, mæ. Hvað sagði ég? 3. maí. 3. Já, það er bara 1., 2., 3. og 4. Líka 4. Já. Sí. En við fyrir þá á The Mark, 4. aftur og sittum fyrir frá hann hóteli. Já! Ok. Spennó! Geðveikt. Þetta var allan að geggjuferð og bara memories were made, we had so much fun og we love you guys svo ógeðslega mikið. Love you besties, fara að taka þátt í öllum gjafaleikjum. Já, please. Love you. Love you. Bye.